Já. Aha, það er svolítið skemmtilegt með tunglið. Það eru til alls konar samsæriskenningur um að við höfum ekki lent á tunglinu, eða það er að segja að Bandaríkjamenn hafa ekki lent á tunglinu, heldur hafa þetta verið sett á svið í bara kvikmyndastúdíói og bara tóið í spotta til þess að láta geimfarana hreyfast svona hægt og rólega eins og þau væri í litlu þyngdarafli og allt það. Og það hljómar alveg líklega með að hvaða er brjálæðislegt afrek að komast til tunglsins og lenda á því og komast tilbaka aftur með lifandi manneskjur. En síðan er hægt að hrekja það með þeirri staðreynd að það er spegill á yfirborði tunglsins. Já, hann liggur bara á yfirborðinu og reglulega þá er sendur laser sem lendir á þessum spegli og hann kemur tilbaka og það er tekinn tími á því hvað hann er lengi á leiðinni. Og hann er alltaf örlítið lengur á leiðinni í hvert skipti og þannig vitum við að tunglið er að fjarlægast jörðina held ég 8 cm á ári eða eitthvað svoleiðis, sem er mjög lítið hlutfall af fjarlægðina á milli þeirra, en á endanum þá eigum við eftir að týna tunglinu eftir mjög langan tíma. Það hafa verið alls konar kenningar hvernig tunglið myndaðist eða hvaðan það kom. Núverandi kenning er að það hafi lent mjög stór hnöttur á jörðinni, þess að það var alveg rosalegur árekstur og það brotnaði hluti úr jörðinni og hluti af henni kom með og dreifðist á sportbraut jörðina, eitthvað slapp væntanlega alveg út í geim, en sem sagt að tunglið hefur myndast eftir þennan árekstur, þannig að það var í snertingu við jörðina, já. Jörðin sjálf, skemmtilega spurningar, og hraðinn á yfirborðinu er þá hvað 40.000 km í þvermál, eitthvað svoleiðis. Þetta eru 460 metrar á sekundu. Svona til samanburðar er hljóðhraði 340 metrar á sekundu. Þetta er rosa mikill hraði og sem betur fer þá fylgir lofthjúpurinn með. Ef lofthjúpurinn myndi allt í einu stoppa og við myndum halda fram að snúast, þá myndu allar byggingar á jörðinni tortímast og líklega myndi mannkynið og eiginlega öll dýr þurrkast út. Við myndum tætast í sundur og lofthjúpurinn myndi eiginlega sjóða ef lofthjúpurinn myndi stoppa og jörðin myndi halda áfram að snúast. Eða öfugt, að jörðin myndi stoppa og lofthjúpurinn héldi áfram að snúast á 460 metrum á sekundu. Það er rosalega hratt. En að því að jörðin snýst svona og að því að jörðin er hörð skel úr bergi utan fljótandi möttul og hvað heitir þetta allt saman, og kjarna með fastan kjarna innst. Jörðin er í rauninni mjúk eins og bara ósoðið egg með harða skurn, og þessi skurn er sífellt að myndast úr möttlinum, þannig að hún lagar sig eftir forminu á þessum vökværunni sem er í miðunni. Og að því að jörðin snýst með þessu mikla hraða að þá er meira þvermál við miðbaug og munurinn hann er örugglega einhvers staðar hérna 637,8,14 kilometrar. Radíus miðbaug er svona radíus miðbaug, en radíus við pól innan miðju er 6356,76 kilometrar. En já, þannig að það er svona smá bunga á miðbaugnum á jörðinni, en það er ekki það sem ég ætlaði að tala það er svo sem alltaf lægi. Jú, það er ekki svona mikill munur. Hún er ekki alveg flöt eins og pannukaka. Ég skrifa orðst 600 kilometrar í staðan fyrir 6000. Sem sagt radíusinn frá suðurpól eða norðurpól innan miðju er 6356
En hvað sagður, var einhver kennari sem sagði að tunglendingarnar væru platt? Já, ég meina það má alveg rökra þetta og pæla í þessu og þetta er rosalega ólíklegt afrek, en svona kannski besti rökstuðningurinn er að það er spegill á yfirborði tunglsins og ef þið eigið nógu öflugan leysir þá getið þið sannreinda, og að Sovétríkin hafa aldrei vefengt þetta, aldrei nokkuð tíman að Bandaríkjaman hafi lent á tunglinu, og þau voru ekki miklir vinnir þeirra. Rétt áður en farið náðu þið að byrja þetta saman við F saman sem mg. Það var seinni hlutin á dæminu og líka reiknað saman sem F er saman sem mg, og þetta gefur saman niðurstöðu. Ok, sjáumst bara morgun.